Þá erum við í 4. viku í vefforritun og í dag ætlum við aðeins að skoða Flexbox og svona CSS stuðning. Byrjum aðeins að skoða hvað CSS stuðningur, þetta er alveg arfaslagt heiti á einhverju svona sem ég reyna að hópa saman okkur mismunandi hlutum. Þetta er allavega efni sem við erum að fara yfir í dag og þá erum við svolítið að hugsa þetta Progressive Enhancement sem er þessi hugsun að við erum með ákveðið efni sem við erum að reyna að birta og í grunninn viljum við bara að efnið okkar sé solid. Það er bara merkingafræðilega sett upp í HTML og allt sem kemur þar á eftir er bónus. Þar með talið útlitið, þar með talið flóknari útlit og þar með talið öll JavaScript virkni sem gera það eitthvað svona interaktíft og eitthvað svona voða fínt. Þannig að Progressive Enhancement er þessi hugsun að vera ekki að byggja þetta bita fyrir bita, heldur meira functional bita fyrir bita. Þannig að við byrjum með eitthvað sem virkar og svo verður það bara meira, það verður bara betra eftir sem við bætum við það, en það er alltaf notæft á hverju stigi fyrir sig. Og í þessu þá eru ákveðnir hlutir sem eru þessi vafra forskeyti sem var mikið og ég ætla bara aðeins að nefna að þið munu sjá það sem eru þessi WebKit das eitthvað, MOS das eitthvað sem var í raun einhver ákveðin leið sem að vafra framleiðendur fóru til þess að láta nýja virkni virka fyrr í vöfrunum. Þannig að þeir voru í raun að segja við ætlum að prófa þetta en við erum ekki búin að committa á þetta. Þess vegna segjum við að þetta sé í raun bara bakvið vafra forskeyti eða vendor prefix. Svo komst fólk að því að þetta var hræðileg hugmynd út af því að þetta sé bara endalaust í öllu. Maður sér þetta út allt ennþá, þó svo að þetta sé ekki lengur relevant. Af því að allar útgáfur af Firefox styðja bara user select none, sem er leið til þess að segja það að ég er núna user selecta, að ég get dregið og selecta hérna. Ef ég segja á einhverju ákveðnu elementi user select none, þá get ég ekki framkvæmt þetta hérna, draga yfir textan. Saman með Flexbox. Flexbox var lengi að verða til sem hlutur sem var í raun eins á milli allra vafra, af því að það er í raun þetta sem staðlarnir þurfa að gera. Þeir þurfa að vera í raun svona guiding light, þannig að 3 mismunandi vafraframleiðendur, Mozilla, Safari og Apple og WebKit eða Blink teymið sem gerir Chrome hjá Google, séu öll að framleiða sömu vöruna, nei ekki sömu vöruna, mismunandi vöru með sömu virknina. Þannig að þegar við sem erum að forrita fyrir vefinn segjum Flexbox, þá virkar það eins. Þannig að við þurfum ekki að fara bara að skrifa sérstaka útfærslu fyrir Safari eða sérstaka útfærslu fyrir Firefox. Við skrifum bara eina útfærslu samkvæmt stöðlum og staðlarnir bara virka. En þá erum við samt í þessu að nýjir staðlar eru að koma inn, en núna er það þannig að í staðinn fyrir að þeir séu settir á bakvið svona vendor prefixa, þá eru þið settir á bakvið ákveðin flögg, þannig að þið getur til dæmis farið og sótt ykkur Chrome og keyrt Chrome með ákveðnu flaggi sem segir til dæmis kveiktu á experimental CSS layers sem er virkni sem er bara verið að staðla og er að koma út. Þá getur þið prófað hana í Chrome en þið eru samt ekki að prófa hana almennt, hún er ekki komin út. Það verður alltaf, almennur notandi Chrome getur ekki séð þessa virkni en við sem vefforritarar, við getum í raun gert það með því að kveikja á tólunum okkar með ákveðnum hætti. Síðan er í raun þessir vafrar geta samt sem áður verið gamlir, til dæmis ég geti verið með gamlan síma sem er frá 5 árum síðan, sem er með bara fastan vafra í einhverju ákveðnu útgáfu og fær ekki uppfærslu og þá get ég notað svona feature queries til að athuga hvort að vafrinn styðji ákveðna virkni. Og þá til dæmis ákveðin virkni er writing mode, sem ef við kveikjum á því þá snýr það textanum og skrifar frá topp niður, setur textan og færir hann 90 gráður í einu. Og ef að það er ekki stutt, þá gerist ekki neitt. Þannig þá með þetta aldrei keyra. Síðan er svona hluti sem við þurfum enn minna í dag en var áður fyrr, að við þurftum í raun að vera bara að sækja ákveðna JavaScript pakka sem við notum til þess að fá aðgang að einhverju virkni áður en hún var til. Þetta er svona eins og það var. Með ekkert að hugsa mikið um það. Síðan, þegar við förum að skoða og skrifa CSS, þá getum við notað í dag virkni sem verður ekki hugsanlega aðgengileg öllum fyrir einhvern veginn í framtíðinni. En við getum notað þessi tól sem við erum með hérna, eins og þetta
supports query, en til að byrja með þá þurfið þið ekkert að spá í því. Þið bara nota það sem ég segi ykkur að nota og svo þegar þið farið að skrifa CSS sjálf og eru þið að vinna í einhverjum verkefnum þar sem þið eru búin að kynna ykkur hvað er nýtt að koma, að þá munið þið eftir support queries og prófunum og þetta og progressive enhancement til þess að passa upp á að þið séu að nota nýju tæknina ábyrgt. Þannig að þó að ég opnaði þetta í einhverjum gömlum vafra, eða gott dæmi til dæmis Chromebooks sem verið að gefa krökkum í grunnskólum í dag og þau fá síðan til eigna, að Chromebook eru með svona fasta dagsetningu þar sem þau hætta að fá update. Þannig að þú getur verið með Chromebook sem er 4 ára gömul, en fyrir ári síðan þá hætti bara Chromebookin að fá uppfærslur á Chrome. Þannig að þau bara fast í Chrome útgáfu 90 eitthvað, en Chrome er komið í útgáfu 100 eitthvað og þau fá þá ekki þessa nýja virkni. Þannig að þá getur fólk lent í því sem er að nota þetta bara vefurinn virki ekki yfir höfuð því að það er bara eitthvað, fólk prófaði ekki eða gerði ekki ráð fyrir að fólk geti verið að nota eldri tæki. Síðan eru svona fleiri hluti sem við munum skoða, við munum kannski aðalega nota í verkefnum border radius og object fit, en hitt er svona, þetta er svona samansafn á svona ákveðni svona CSS virkni sem að geti verið eitthvað, en svona skoða aðeins hvernig border radius og object fit hegða sér og CSS variables líka. En ég er búinn að setja upp hérna ákveð extension sem geti verið þægilegt fyrir ykkur að prófa ykkur áfram með og það er þetta að ég er búinn að vera að vandrast með að leta þetta keyra einhvern veginn svona, þú veist, opna þetta eitthvað. En þá getum við nota hérna live server extensionið og þá getum við sótt þetta og þetta leyfir mér í raun að búa til svona vefþjón í gegnum Visual Studio Code sem að keyrir upp eitthvað ákveðið HTML. Þannig ég get sagt hérna live server, open with live server og þá er ég komin og hún opnar hérna og við sjáum ég er ekki lengur með file eitthvað hérna, heldur er ég með slóð inn á vefþjón sem er á keyra á porti 5500 á tölunum minni og ef ég fer hér og ég breyti main color í eitthvað annað og ég vista að þá uppfærist það jafnóðum hérna í glugganum við hliðina. Þannig að núna þegar þið farið að vinna með CSS þá er maður rosalega mikið í því að gera einhverja breytingu og sjá hvað gerist. Og ef við gerum það svona að ég gerir breytingu, vista, fer hér og gerir reload, ekki nóg gott, fer tilbaka, breyti, vista, fer tilbaka og er svona, þetta er ekkert löng feedback lúpa en hún getur verið styttri. Þá er gott að vera með gluggan einhvern veginn þannig að við sjáum bæði sem við erum að gera og vera svo hérna að breyta og gera eitthvað og sjá, nei, ekki nógu góður litur, frábær litur og svo höldum við áfram. Margin hérna ætti að vera 20, þá breytist þetta aðeins, nei, 50, nei, 100 og þá sjáum við hvað er að gerast af því að þetta hérna er vistað, þetta er vistað í skjal en hin leiðin sem við getum gert er í raun að fara og opna DevTools í vafranum okkar eins og við skoðum aðeins í seinustu viku og ef við komum aðeins betur fyrir hérna á skjánum og lokum þessu og ég finn hérna root sem er þá hérna skoðum aðeins hérna með CSS variables að þetta í raun rótin á skjálun okkar og allar breytur, CSS breytur sem við skilgreinum hérna inni, eins og þessar hér, getum við nota allstaðar í skjálun okkar. Þannig að ég get farið hérna, og alveg sem ég var að breyta þessu 100, þá get ég farið hér og ég get breytt þessu, alveg niður í eitthvað, 0, en síðan ef ég reloada, þá er þetta aftur komið í 100. Því hér er ég bara að breyta því sem vafrinn sér í þessu tilfelli, og meðan að hérna er ég að breyta þessu í raunskjalinu sem að síðan vafrinn hliður inn. Þetta eru tveir ólíkir hlutir sem samt sjást eins. Þannig að ég mæli með að prófa sig áfram með að breyta og breyta hlutum hérna, en muna það bara ef þið eru búin að gera 20 breytingar á alls konar elementum, þið eru búin að fara og breyta hvernig H1 á að vera, þá á að vera ekki svona litinn og eitthvað annað á að vera stærra eða eitthvað, og svo reloadið, þá tapið þið öllu ef þið eru ekki búin að færa það yfir í skjalið ykkar.
það líka hægt að stilla þetta þannig að þið tengið þetta við þetta skjal, en það aðeins flóknara og þið geta alveg farið þá leið, en ég mæli ekki með því. Ég mæli bara með því að temja sér það að vista þetta í vafranum, í editornum sem við erum að vinna með og tvíka þetta í DevTools aðeins þess að sjá hvað að gerast, þetta liturinn eða marginið, hvað gerist þegar við breytum þessu og sjá hver sú breyting og færa hana yfir og svona hreinskrifa hana í skjalinu og síðan hún halda áfram. En með CSS breytum þá getum við tekið þessi gildi sem við erum að nota oft og fært þau á einn stað, bara eins og við notum breytur í forritun. Og það getur haft marga kosti með sér, til dæmis að passa upp á að við séum alltaf að nota sama litin, nákvæmlega sama litin, að við séum að nota alltaf sömu stærðirnar og það bara gerir það verkum að við skrifum svona meira modular CSS, eða CSS sem auðveldar að breyta, en ef ég væri með einhverja tölu hér sem á í raun að vera, eða kannski þetta nú ekki góður, þetta svo lítið skjala, það er ekki gott dæmi, en ef ég væri með mismunandi margin á öllum fyrirsögnum og öllum málsgreinum hjá okkur, en það væri alltaf bara upp á þessi með 16 og þessi með 15 og þessi með 20, að bara saman þetta í eitt gildi og fá þannig einhvern veginn svona meiri harmoníu í flæðið á skjalinu okkar. Og það kemur inn í hönnuna, þar sem við erum í raun að hugsa það að við viljum að sé eitthvað kerfi á bak við það sem við erum að birta á skjánum. Það sé ekki bara eitthvað happa glappa eitthvað sem við hendum á skjáin, heldur viljum við reyna að hugsa þetta svolítið kerfislega. Og CSS breytur leyfa okkur að gera það og þær eru aðgengilegar með þessu var-falli sem taka síðan inn þetta das og síðan heitið á breytun okkar. En þetta das kemur á sama stað, frá sama stað og þessi vendor prefix, þar sem við vorum með eitthvað sem hét das-mos, das-animation og við erum bara að segja að okkar breytur eru í raun tómi vendor prefixin. Þannig komum þetta til. Þannig getum við skilgreint þessar breytur og við munum nota þær í verkefni 3, þar sem ég munum gefa ykkur breytur og þið munum þurfa að nota þau síðan í verkefninu. Ok. Síðan erum við með border radius, þá komum við aftur inn í þetta sem við fórum yfir í seinasta tíma með CSS 2.1 sem að skilgreinir þetta box model og box modelið þetta sem að skilgreinir hvernig box í CSS haga sér og þá hvernig þau geta tekið ákveðna breidd, ákveðna hæð, ákveðið margin sem þá plássið sem þau ýta frá sér, ákveðið border sem það sem fer utanum þau, ákveðið padding sem það sem ýtir í raun innra efninu frá borderinu og já, þessar hluti, margin, border, padding, width og height. Þannig að við skrifum eitthvað inn í boxi núna og setjum það þannig að textin sé hvítur, svo sjáist og fyrir svo að þess að fikta í þessu og þá getum við séð þetta padding, þetta gildi sem ég með, að það stýrir hversu langt frá borderinu textin að birtast eða efnið inn í boxinu að birtast. Svo getum við farið og ég get hoverið yfir þessu og þá sé ég í raun hvernig það reiknað. Þannig ég sé að þetta bláa svæði, eða svona bláa svæði sem ógurlega yfir svartan, í raun paddingið, gula svæði fyrir utan marginið og þetta sem kemur á milli borderinn. Þannig við aukum borderinn svolítið og þá sjáum við í raun að hann svona dökk litaður, eða svona ógurlegaður og út frá þessu fáum við í raun heildarstærð á boxinu sem þá í leiðatinu samtalan af því í raun að fyrir lóðréttan og lárétta ásinn að leggja saman allar tölunar. Þá fáum við í raun hversu mikið pláss boxið tekur þegar það verið að teikna á skjánum. Og þá það ekki bara þetta 200x200 sem innst, heldur það allt þetta sem kemur síðan utan það. Og þannig getum við stýrt í hvernig boxin okkar í CSS
er í raun að taka pláss og ýta öðrum hlutum frá sér. Og síðan höfum við vonað þetta border radius sem þá í raun til að gera rúnuð horn á boxið sjálft. Það getum við skilgreinda sem pixlagildi. Þá getum við í raun farið með það áfram þangað til við fáum í raun bara kúlu þar sem við erum búin að taka hvert horn og gera það alveg að fjórðungur hring og svo fjórðungur hring og fjórðungur hring. Þegar við getum líka síðan sett annað gildi og búið til ellipsur og leikið okkur með þetta til þess að láta í raun hlut sem í raun og veru að birtast eins og box. Þeir muniði að langflestir hlutir í CSS eru bara réttind box. Að láta þau líta út fyrir að vera eitthvað annað. En í raun og veru box og tekur það pláss þegar það er verið að teikna það. Síðan höfum við aðra hluti sem að koma inn í og eru í raun að leyfa okkur að birta ekki box og eitthvað svona í CSS, heldur taka inn myndir eða birta myndir sem við erum búin að setja inn með img elementinu og þá lendum við stundum í því, byrjum við, ég ætla að taka fyrst dæmi bakgrunn. Þannig að hérna getum við tekið bakgrunn sem þá einhver mynd. Þetta nú fyrir lengi að opna server sem bara á tölvunni minni. Sjá, prófum þetta þurr. Nú klikkar eitthvað, þá veit ég ekkert hvað er í gangi, þannig að þá fyrir við bara í hérna leiðina sem að draga þetta bara hérna yfir. Já, hann komið það. Þannig að hérna erum við með eitthvað efni þar sem við erum í raun að birta einhverja mynd í bakgrunninum og festa hana. Og þá það í raun gert með background propertyinu. Og background property getur haft svona shorthand. Og shorthand það þegar við tökum mörg CSS eigindi og skilgrunum öll í einu með því að nota eitt. Þannig að background í raun shorthand fyrir það að segja background color, background image, background repeat, background attachment og background position. Og þannig þessu öllu sett saman í eina skipun. En ef við skoðum í raun hvernig þetta síðan reiknað út, þá fyrir við inn í headerinn og getum séð computed, þá séum við background image verður vísunin í myndina. Background position X verður 50% sem hérna fyrst. Svona. Og svo framvegis. En myndin hérna í raun að haga sér mjög svona bara eftir því hversu mikið pláss Þannig að ég með einhvern header hérna og við breytum aðeins hvernig þetta settu upp. Þá get ég breytt þessu position hérna. Svolítið erfitt að ná á töluna hérna. Svona, ég set 20, ég set 30, ég set 40, ég set 90 og myndin í raun að breytast. Það sem ég að segja miðað við þessa mynd sem hérna og við getum opnað í einu á sér, þá hún í raun miklu stærri en plássið sem hún að birtast í. Og þetta furðulega erfitt að eiga við í CSS þegar við erum að vinna vefi sem eru responsive og við setjum inn einhverja mynd og myndin í raun getur verið með myndamannesku og svo í responsive þá allt í einu fókuspunkturinn á myndinni, hann mjög ofarlega en út frá því hvernig vefurinn settur upp þá í raun alltaf farið frá miðjunni í myndinni og þá kannski hafið séð svona í fréttamiðlum þar sem búið að taka höfuðið af fólki út af því að myndin í raun þannig, hún kemur þannig út í mobile. Það svona mjög klassískt að sjá það, svona búið að gefa fólki klippingu eða taka miðjun af andlitinu af þeim eða eitthvað svona. Það það út af því að myndin,
hún þarf einhvern veginn að passa inn í miklu fleiri stærðir en bara það sem við erum með í einhverju svona ideal case í okkur, það sem við erum í raun að horfa á myndina á stórum skjá, svona bara eitthvað, búin að tvíka hana hérna alveg bara, núna er hún alveg geggjuð. Þannig ef ég set hérna 20, bara já, svona á hún að vera. En svo opnar hún einhver þetta í svona skjá eða að texti verður þannig að þetta ýtist niður eða minnkar hérna lögréttaplássið og hún kemur allt öðruvísi út. Og þá þurfum við að fara að hugsa það þegar við erum að setja þessar myndir, hvernig í raun þær aðlaga sig að plássinu sem þær hafa. Af því að við vorum með þetta box á hann, þar sem við vorum að tilgreina einhverja breidd og einhverja hæð. Ef við ætlum að setja bara inn einhverja mynd þar inn, þá getur sú mynd verið skorin á ýmsa vegu. Þannig ef við skoðum hvað við getum gert, þá getum við notað þetta background size. Ef við erum að nota background, sem er leiðin til að setja myndir inn í hérna, CSS, eða ef við erum með bara myndir í gegnum image elementið, þá getum við notað object fit. Og object fit er þá þannig að hér erum við bara með eins og áðan, við erum með eitthvað box sem að myndirnar fara inn í og þær eru með mismunandi klassa sem þýðir að við getum sett á það mismunandi eigindi og eigindi sem við erum að breyta er þetta object fit eigindi. Alla myndirnar eru samt með ákveðna fasta breidd, fasta hæð og divið er í raun bara með margin til hægri og margin fyrir neðan sig. Þannig að það sem við fáum hérna út er í raun margar mismunandi útgáfur af því hvernig myndinni er fittað inn í plássi sem er til staðar. Og við erum með fill sem segir í raun bara taktu myndina og teygðu hana þannig að hún fyllir bara út í nákvæmlega það pláss sem er til staðar. Og þá náttúrulega fer hlutföllin af myndinni í klessu og myndin lítur ekki vel út. Þegar við myndum segja að þetta er mjög sjaldan það sem við myndum vilja nota. Síðan erum við með cover og þá er í raun reiknað hvort þar er í raun að taka myndina á breiddina eða hæðina og fylla út í hana til þess að hún komist inn í plássið sem er. Þannig að hún gæti skorið ofan af henni eða hún gæti skorið á hliðina á henni. Allt eftir því hvort að myndin sé breiðari eða hærri. Spurning? Ef hún er alveg breið og há, svo bara 1:1, þá fer það bara eftir í hvernig plássið er núna. Þegar þetta er þá núna, boxið þarna er í einhverju ákveðnu hlutfalli. Þetta er svolítið feik hérna þegar við setjum að það er í 600 á móti 200. En þá fer það bara eftir hvernig boxin sem við erum að setja hann inn í og pleysa hann inn í haga sér. Og síðan, ef við erum með mynd sem er með text á, þá getur þetta orðið mjög bagalegt. Þegar textin getur það bara skorist einhvern veginn af. En náttúrulega til þess að byrja með þá ætti ekki að vera texti á myndinni. Textin ætti bara að vera í HTML-inu, óilegar ofan á myndina. En það getur líka bara verið að við erum með mynd þar sem er bara mjög tight crop í gangi. Þetta er bara mynd þar sem er bara höfuðið á fullt af fólki og það bara má ekkert bera út af og þá er einhver farin að missa part af andliti. Þá getum við nota contain sem þýðir bara kondu myndinni fyrir þannig að hún sjáist öll. Og þá fáum við svona letterboxing, eins og ég sé að ef við takið gamla bíómynd og horfið á hann í widescreen sjónvarpi, þá fáum við letterboxing sem þýðir bara það er búið að skala myndina til að passa inn en hún sjáist öll. Að þessu sjónvarp þá leyfa þeir að breyta því yfir í þetta cover nema þá ertu að missa kannski 20% af rammanum í bíómyndinni fyrir hvert skipti. Síðan getum við bara sagt none og þá erum bara placed as is sem er bara stærðin af myndinni eins og hún er. Svo getum við skala hana niður sem er í raun þá bara skala hana niður þá til hún fittar. Svona keimlíkt og contain en ekki nákvæmlega eins. Og svo getum við alveg sem við erum með background position þá getum við tekið object position og breytt við hvar myndin er í raun, hver miðjupunkturinn eða hver grunnpunkturinn er á myndinni. Þannig að ég get sagt taktu myndina og pleysa hana þannig að miðjan á henni sé miðjun á boxinu eða áttu þetta eftir því sem ég vil. Hugsalega vill ég að miðjan en síðan botnin á myndinni. Spurning?
Ég man það ekki alveg eins og það mjög keimlíkt, ég held að sé, nei ég bara hreinlega ætla ekki að ljúga þér, en þá er kjörið að fara á MDN og fletta upp. Jú, þá er hún skölin niður, já, það er örugglega eitthvað svoleiðis. Ef hún er stór, þá mun hún alltaf vera containuð út frá og skölin niður, þannig er hún bara skölin niður, ekki upscaluð. Já, að þú getur lent í svona upscaling og það getur líka verið óæskilegt, þar sem þú ert með litla mynd og hver pixel verður þá í raun að miklu fleiri pixelum og hún verður blurry og svona ljót. Þannig að allt þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa þegar við erum að vinna með myndefni. Og það þýðir ekki bara alltaf að vera með eitthvað ideal myndefni sem er fullkomið á meðan við erum að forrita, af því að síðan getur komið einhver notandi og setur einhverja mynd og hvernig bregst viðmóti við, hvernig var hugsað fyrir því. Og þá kemur þetta að þetta getur verið samtal á milli forritara og hönnuðar, þar sem við erum í raun að segja við hönnuðinn, hei, ég var að prófa þetta og þegar ég er búin að gera þetta responsive og ég er komin hérna niður í þessa stærð, þá verður þetta svolítið wonky. Ég var að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi. Varstu með aðra spurningu? So you would choose contain over scale down? I would contain yfir scale down, ég myndi yfirleitt nota contain eða cover, en það fer allt eftir því hvað við erum að reyna að gera. Þannig að þetta eru bara tól, en síðan hvað er í raun markmiðið, það svarar svolítið því hvaða tól við grípum í og hvaða tól við notum. Ok, þannig að þetta eru svona hluti sem að koma ekkert endilega til kastana núna í verkefninu sem þið eru að fara að vinna og ég ætla að renna þess yfir, en munu síðan koma inn í næstu verkefnum. Þið munu koma inn núna í verkefni 4 og síðan munu koma inn í hópverkefninu, þar sem að þið verðið í raun að fá stærri hönnunarskjöl, þar sem þið eru í raun með margar skjái og þurfum að hugsa þetta, hvernig ætla ég að láta myndirnar sem eru gefnar haga sér í mismunandi breidd af skjá. Af því að það er það sem að gerir, það er svo gaman að vinna við vefinn núna, er í raun að það er ekkert ein stærð sem við erum að hugsa. Við erum alltaf að hugsa þetta í einhverju flæði. Þetta er bara svona, mun þetta birtast í síma, mun þetta birtast á risastórum skjá sem er 8000 sinnum eitthvað í upplausn og allt þar á milli. Og hvernig ætlum við að bregðast við því og hvað meikar sens að bregðast við miklu að því og svo bara að reyna svona gera eitthvað innan þess tímaramma sem við höfum til að vinna verkefnin. Það er nú kannski gaman líka að kíkja aðeins hérna á ClipPath sem eru svona leið til þess að vinna frekar með myndir og element, þar sem við getum í raun verið að taka einhver ákveðin box sem við erum með, eða myndir, og við getum verið að sagt klipptu þetta box, bara eins og við myndum taka bara eitthvað svona skapalón og við myndum bara klippa eftir í með skærum og leiðin sem við klippum eftir er í raun gefin með pathi sem kemur frá SVG og SVG er Scalable Vector Graphics, þannig að það er í raun vel skilgreindar kúrfur sem við teiknum og gerum síðan eitthvað við. Birtum þær, skerum út frá þeim eða eitthvað. Þannig að hérna sjáum við eitthvað ákveðið path og þetta er í raun SVG path og heyrtum svona turtle teiknara, þar sem við segja bara eitthvað byrjaði eitthvað á ákveðnum stað og færðu þig í 50 þangað. Taktu síðan vinstri beygju og færðu þig í 60 þangað. Og þannig teiknum við þessa línu. En svo höfum við líka ákveðna fyrirfram gefna hluti sem eru mikið notaðir, eins og til dæmis bara teikna hring. Þá gefum við radius á hringnum, við getum teiknað ellipsu og við getum búið til polygon sem í raun bara einhverju ákveðni punktar sem við getum og það getur komið okkur langt. En út frá því getum við í raun tekið þessa hluti og leikið okkur með hvernig þeir birtast. Og þá getum við verið með hérna hring sem í raun bara að segja hversu mikið ég að birta og síðan þegar við fyrir að skoða hvernig við getum animata þetta, þá er þetta að gera mjög skemmtilega hluti bara með CSS að láta til dæmis einhvern hlut revíla þannig að það komi svona einhver hringur sem að skera af honum en birta hann síðan að fullu. Eða einhver önnur form eins og einhver polygon sem að ég get breytt hnitunum á honum eða í raun hvar hann hvar hann skiptir. Hann er hérna fyrir neðan. Þannig að núna er þetta einhver svona tígli en ef ég aftur
Svo leiðilegt sko, ef þetta heldur sig í einni línu, þá getur maður nefnilega hoverað yfir þetta og breytt þessu hérna, svona. Þannig þá sjáum við hvernig það revílast svona öðruvísi og ég geti, þú veist, leikið mig með þetta. Þannig að þetta getur orðið eitthvað svona swipe effect sem myndi gerast þegar eitthvað gerist. Og þetta er bara orðið stutt og hægt að nota í CSS í dag. Ég ætla bara að taka svo verkefni 3 bara í framhaldinu af næsta fyrirlestri, að því sé að Klara er mætt. Þannig að hérna, við skulum bara taka okkur núna 10 mínútna pásu, eða 12 mínútna pásu og byrja aftur klukkan 15:50.